Já, komið sæl og blessuð. Við ætlum að fjalla bók. Það koma nú orðið út bækur hér í þessu landi á öðrum ástímum en bara rétt fyrir jól, eins og var nú hér í gamla daga þegar ég var krakki, blessunarlega. Og ansi merkileg bók sem að við ætlum að fjalla hér við Rauðaborðið á Samstöðinni. Hún heitir hún heitir það í rauninni ekki, sko. Hún heitir Sögur kvenna af erlendum uppruna á Íslandi. Hennar rödd, her voice, og ensku líka. Og þarna eru sem sagt komnar, eins og segir náttúrulega í titlinum, raddir kvenna af erlendum uppruna sem búa hér á landi. Stór merkilegt framtak. Þetta mikil bók, urmull ljósmynda í henni, í stóru broti, kápan svolítið eins og maður sé með svona hlýraróð fyrir fram að sig og margt sem að svona vekur athygli. Og ég komin hérna einn af ritstjórum bókarinnar til okkar. Hún heitir Elínora. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Sko, voru ekki 3 ár sem að ritstýrið verkinu? Jú, við erum 3 ritstjóra teymi, ég og Elíborg Kolbeinsdóttir og Sanel Björk Sturldóttir. Já, og það vill þannig til að manneskja sem að mér kunn, ég veit að hún búin að vera að vinna að þessu verkefni, ekki bara 5 ár eða eitthvað svoleiðis síðan hérna þetta hófst? Jú, rúm 5 ár síðan að við hófum þetta verkefni. Já. Og reyndar sagan ennþá lengri vegna þess að mamminar Chanel, hún bjó á Íslandi og var kona veldum uppruna á Íslandi. Já. Og hún kynntist sjálf mjög mikið af góðum konum. Og hana langaði að gefa út svona bók og þetta var í kringum 2010. Já. Nema það voru alls konar ástæður fyrir, en meðal annars það að það var ekki áhuga hjá útgefendum og hún fekk ekki næðið fjármagn. 2010, sagði það? Já, þannig að svona eins og kannski samfélagið hefði ekki verið tilbúið í þetta samtal þá. Nei. Og svo, við tökum ekki bein upp neitt hennar efni og svoleiðis, en samt svona hugsunin byrjaði svolítið þarna hjá Chanel. Já. Þannig að þetta hefur enn lengri sögu. Og kveikjan hver? Sko, Chanel og Elíborg, þær stofnuðu árið 2018 félagasamtök sem að heita Hennar rödd og markmið þeirra var að vera vettvangur fyrir konur af erlendum uppruna á Íslandi. Og þær langaði alltaf að gefa út bók, en byrjuðu á því að halda ráðstefnur og bara svona eiga þetta samtal með konum af erlendum uppruna. Og ég var á sama tíma búin að stofna feminist vefrit sem að heiti Vía. Og þar voru við bara nálgast jafnréttisumræðuna út frá fjölbreyttum sjónarmiðum. Og ég fekk þessa hugmynd bara eitthvað sem þegar gat ekki sofið upp í rúmi og hafði samband við þær, þó ég þurfti samt að manna mig upp í það að heyra í þeim hvort að þær hefði áhuga á að vinna svona verkefni með mér. Og þá kom bara í ljós að þær voru með nákvæmlega sömu hugmynd. Þannig að úr var þetta. Þið langaði bara til þess að vita, bara vita meira, fá bara að vita hvernig við erum að tala við þessar konur og hvað það hafa að segja, hvað þær eru að segja. Já, þetta svona, fyrir mér þetta líka mikilvæg skrásetning á lífi, lifiðu á Íslandi sem að kannski bara annars enginn hefði fengið að vita sem samt svo ótrúlega áhugavert og fjölbreytt og öðruvísi það mjög áhugavert fyrir mig, ef ég segi persónulega, að skoða Íslands samfélag út frá þessum sjónarhornum. Mannfræðilegu vinkil? Sannarlega. Já. Kannski ekki yfirlýstur, en hann þarna. Já. Einmitt. Hvað þetta margar konur? Það eru 33 konur sem eru í þessari bók. Og aldur þeirra, hann ólíkur? Mjög. Þær eru allt frá 18 ára upp í 93 ára. Já. Og koma frá öllum heimsálfum fyrir utan þetta Antartíku. Já. Og fóru viðtölin fram í hittuði sumar konunar oftar en einu sinni eða var þetta tekið í beiti yfirleitt? Við hittum alla konunar oftar en einu sinni. Við byrjum á því að óska eftir tilnefningum
við litum ganga svona Facebook post þar sem við óskum eftir að fólk myndi senda okkur nöfn á konum sem hefði auðgað samfélagið á einhvern hátt og fengum ofboðslega mikið af tilnefningum. Svo byrjuðum við bara á því að hitta sem flestar konur einu sinni í eitthvað skona forviðtal, bara kynnast og svo leys og þetta var, við vorum að vinna þetta mikið gegn COVID, þannig að við vorum mikið að nota fjarskiptabúnað. En svo fórum við í heimsókn til margra, við leiðum líka skrifstofu hérna niður á Lækjagötu og margar komið þangað í heimsókn til okkar og þannig við náðum alveg að byggja upp mjög góð vinasamband við margar konur. Og var markmið að reyna að fá þær til þess að opna sig eða? Sko við vorum frá upphafi lögðum mikla áherslu á að hafa lítið agenda. Við vorum ekki að leita eftir einhverjum sérstökum sögum eða vorum ekki að leita af fordómum í samfélaginu eða neinu slíku. Við svolítið bara spurðum opinna spurninga og leyfðum þeim að fara með okkur í ferðalag svolítið. Þannig að já, auðvitað langaði okkur að komast nálægt þeim og leyfa þeim að segja frá einhverju sem var þeirra hjartans mál, eitthvað sem brann á þeim, eitthvað sem þær vildu koma á framfæri við íslenskt samfélag eða við aðrar konur á velendum uppruna. Já, og allir við höfum ekki bara komið mjög nálægt konunum, bara eins og fólk ólíkt. Þið fóruð í veiðiferð, þú varst ekki með ákveðin veiðafæri, þú ætlaðir ekki að einbeita þér að þessari aflategund en maður getur sagt sem svo heldur bara sjá hvað myndi gerast. Akkurat. Bara galopið og og svo skrifa eitthvað upp úr því. Já, og þú hefur þurft að skrifa hansi mikið. Já. Þetta er í stóru broti, lítið letur og alveg verið ægilega mörg orð. Já. Þetta enda tók þetta 5 ár. Er þetta, hvað er ég að skjóta á? 130.000 orð? Ég sko mannaði ekki eins og lengur, ef ég segir alveg satt. 130 til 150.000 orð, geti ég trúið. Eitthvað staðar það nálægt. Svo ég nefnilega svo byrjaði í meistaranámi eftir að ég byrjaði á þessu verkefni þegar ég var búin að skila af mér öllum íslenska textanum og átti svo að skila meistarritgerð sem var að mér minni 15.000 orð. Já. Það var eitthvað hlægilegt í samanburði. Mér hefur ekki unnist tími til að lesa þessa bók en ég mun klárlega að gera það og ég hef mikinn áhuga á þessar útgáfu ykkar. Takk fyrir það. Geturðu sagt mér hvort það einhver þemu sem birtast í frásögnunum? Sko það pínu erfitt að segja finnst mér vegna þess að fólk ólíkt. Já. En að sjálfsögðu margt sameiginlegt í upplifunum þessara kvenna. Já. Það sem dettur fyrst í hug í rauninni hversdagsleikinn. Þá ég við hvaða manneskja sem getur speglað sig í mörgu sem kemur fram í þessum sögum út og því að við höldum kannski oft, eða svona fjölmenning okkur oft kannski svolítið framandi en mér finnst þessi bók færan að nær okkur út og því að við erum öll bara í bónus og við erum öll að takast á við mjög svipaða hluti í hversdagsleikunum okkar. Já. Þannig að það finnst mér svolítið svona fallegt þema í þessari bók. Það þetta þema af fordómum sem að konur verða fyrir að vera velendum uppruna, kannski tengt tungumáli, stundum kynþætti. Upplifa þær áhugaleysi okkar á þeim? Sumar hverjar, já, áhugaleysi sko velvild, mjög mikla velvild oft, en kannski eins og að standa aðeins utan við samfélagið. Að það sé ekki alveg teknar inn í samfélagið en að fólk vilja þeim ekki endilega illa. Fannst mér, já, oft. En stundum vil fólk líka illa. Það er alveg líka ljótarsögur en mjög mikið samt af bara fyndnu og skemmtilegu og vandræðalegu og bjartsýni og alls konar. En fleiri en ein heimild sem að lýsir óþolinmæði okkar gagnvart því að hlusta á brotna íslensku? Já. Þar hef ég persónulega verið að taka mig mjög öflugt tak í seinni tíð því að ég áttaði mig á því að ég var ekki barnanna bestur í þessum efnum. Við erum
Já, ég held við séum óþolinmóð en við erum líka óvön að heyra brotna íslensku. Hún heyrist oft ekki eða allavega mjög lengi heyrist hún alls ekki í fjölmiðlum og svona á þessum vettvangi sem er svona almenningsrými þá ekki mikið brotna íslensku. Þannig að þetta líka svoleiðis að þetta bara vöðvi sem þarf að æfa Akkurat. að hafa þolinmæði. Gaman að segja frá því að samstöðin hefur, ég hef ekki persónulega tekið mikið þátt í því, ég get ekki þakkað sjálfum mér það mikið en samstöðin hefur alveg aktíft einmitt verið að vinna með þetta og við hefum aðri þáttagerðamenn hér sem voru undan mér þeirra var mjög mikið verið í því að kalla þessu rauða borði hér fólk af erlendum uppruna sem talar kannski bara þannig íslensku að þú rétt skilur það og þú þarft að hafa svolítið fyrir því en það er bara svo hetjulegt að hérna þegar þú heyrir fólk á máltöku skeiðinu bara eins og börn þegar börn að læra mál við fyrirgefum þeim allt sjálfsögðu, þetta bara hetjur við bara spyrjum ef við skiljum ekki ef við skiljum ekki og við hvetjum og svona og hérna ég hugsa bara að áður en ég byrjaði að vinna hér á samstöðinni þá hafi það er engi fjölmiðl sem hefur eins oft fært mér brotna íslensku á Íslandi eins og samstöðin ég ætla bara svona að koma í að reglulega jákvætt því að það er ekki víst að þú hafi verið í hópi okkar dyggustu hlustenda hingað til en hérna sko ég sé það líka að textarnir eru á 2 tungumálum og það er náttúrulega það sem það þarf að vera það var bara yfirlýst markmið hjá okkur og það var aðgengismál fyrst og fremst að konunnar í bókinni getur lesið sínar sögur leið þær sem að töluðu minni íslensku þær íslensku kunnáttu þeirra er bara mjög ólík en svo fyrst okkur líka mikilvægt fyrir fólk almennt af erlendum uppruna sem kannski að læra íslensku að það geti haft aðgang að þessum sögum út af því að okkur finnst þær eiga erindi við mjög marga þannig að þetta getur verið gott tól til að læra íslensku en svo þetta bara eigur þetta kannski stækkar markhópin okkar við getum, ég til mér spýði Kaupmannahöfn sjálf og það hefur verið ég fengi mjög mikið áhuga þaðan og sérlega því að það er hægt að nálgast þetta á ensku en það er svona lengdi ferli töluvert að þýða líka sérlega út af því að við þurftum að safna fyrir því fyrirfram að hérna geta þýtt vegna þess að það er engi styrkir sem sé styrkja þýðingu íslenskar bóka yfir á ensku nema að sé verið að markasetja erlendis en ekki sem sé sem aðgengismál. En gæti þessi bók átt erindi út fyrir Ísland? Já, ég held það. Ég held að það sé mjög margt fólk sem að gæti fundist það áhugavert að vita af hverju þessar konur enduðu á Íslandi af öllum stöðum. Og ég held að fólk hugsi almennt ekki Ísland sem fjölþjóðlegan stað og þess vegna held ég að þetta sé bara mjög áhugaverður vinkill á Ísland og Íslands samfélag, hvort sem að þú býrð á Íslandi eða ekki. Já, það er svo magnað að hérna, ég veit ekki hvort myndavélin næri þessu en sko hérna þegar maður rennir hérna yfir bókina og skoðar þessar myndir og það eru teknar á film, er það ekki? Jú. Sem er eitthvað svona servíska Það er bara áhættu atriði frá A til Ö. Kaja Sigvalda, hún er búin að vera með okkur í verkefninu frá upphafi og hún tekur allar myndirnar í bókinni og ég gæti ekki verið stoltari og ánægðari með þessar myndir. Það eru ótrúlega fallegar og ólíkar. Það eru einmitt ólíkar og með því að sko að fletta og sjá allan fjölbreytileika þá fáum við líka aðrar hugmyndir okkar samfélag. Það held ég. Það er bara þannig. Og það er náttúrulega það kynnist íslensku, þetta er svona samfélagsrýni frá allt öðrum sjónarhornum en áður. Nákvæmlega. Og hvaða styrktaraðilar hafa svona fleitt ykkur yfir erfiðasta hjallan því að maður sér bara þetta er ótrúlegu tími sem hlýtur að hafa farið í þetta og mikil vinna. Já, sko Íslandsbanki er okkar stærsti styrktaraðili. Já. Svo voru mörg fyrirtæki sem að tóku þátt í forsölun okkar. Ég nefni allavega Tennin, Gróðrastöðuna Mörk og Aveta Ísland. Bjarni Herrera, maður sem styrkt okkur. Já, það var alveg
töluvert af fyrirtækjum en líka bara mjög mikið af einstaklingum sem að keyptu bókinni af okkur í forsölu sem að kom okkur í gegnum þetta af því að við erum að gefa þetta út líka sjálfar þannig að við erum forlag Já, sjálfar að gefa þetta út Já. Reynduð að finna einhvern svona öflugan bakhjarl útgefanda Sko ekki forlagið að svoleiðis við vorum bara komnar of langt í öllu ferlinu þegar við okkur datt það í huga kannski við ættum að auðvelda okkur lífið og fá aðstoð við markasetningu og útgáfu og allt mögulegt þá einhvern veginn ákváðum við bara að býta öxlin og klára þetta og við erum búin að standa að þessu sjálfar auðvitað með hjálp af mjög margar hendur hafa komið að þessari bók en við höfum samt svona náða halda sjálfstæða okkar Vel gert, og ekki léttir og fögnuður í brjóstinu nú þegar það partí á hvað laugardaginn í Hörpu útgáfupartí útgáfupartí á laugardaginn 12:30 á annarri hæð í Eldborg og þetta alveg ótrúlega ég held að af því að sko þegar við fórum út í þetta þá heldum við kannski að þetta myndi taka 2 ár eða 3 ár og svo höfum við frestað af því að allt tók bara lengri tíma og við þurftum að safna pening og svo leis Var engin óþolinmóður í hópnum sem voru alveg brjálaður? Jú, en ég held bara við vorum með heppnar með það var aldrei sömu manneskjunnar á sama tíma þannig að við náðum alltaf að grípa hvort annað í teiminu Akkurat Það var lukka Ég hef mest sjálfur verið 4 ár með bók og maður náttúrulega bara þú veist, maður komin svo langt frá upphafspunktinum þegar við liðin svona mörg ár og stundum bara þyrmir yfir mann og þetta eru rosalega margir skaflar að fara yfir Þetta eru það Við erum sannlega reynslunni ríkari eftir þetta og viðtölin þau eru tekin 2022 og 2023 þannig að líka bara eftirvænting að frá konunum sjálfum að fá að lesa En fyrir þá sem ekki komast á laugardaginn í Hörpu að kaupa hana þar verður hún þá til sölu í bókabúðum hér á landi, Pennanum Hún til sölu nú þegar í Emilsson allt land og hún fæst líka í Sölku Hvað kostar hún? Við erum að selja hana sjálfar í netsölu á 14.900 Ég held að Emilsson sé með hana pínudýrari en þegar maður fær líka alveg rosalega sko, þetta ekki bara content sko, þetta líka einhver svona þetta listrætt pakki sko og bæði með samfélagið og einhverja list í höndunum það ekki tilfinningin? Jú, og við settum upp með að hún ætti að vera þung og vegleg af því að hún á að krefjast athygli og setja vikt í þetta málefni Þessi vísdómur á að vera þungur Svolítið Var það ekki eitthvað koti í Hrafni einhverju myndin hans Hrafns Gunnlaugssonar þessi hnífur á að vera þungur Það er svona svolítið svoleiðis Heyrðu, sögur kvenna af erlendum uppruna á Íslandi hennar rödd búið að vera frábært að spjalla við þig Elínóra titillinn það er oft svona tekur svolítið tíma að enda með titillinn var mikið rifist? Nei, það var ákveðið bara strax einmitt Elínóra Guðmundsdóttir, kærar þakkir fyrir komuna og Takk sem leiðis Ef ekki bara skora á hlustendur og áhorfendur samstöðurinn og komið í partí á laugardaginn Endilega í Hörpu Hvar eru þið í Hörpuhorninu að uppi? Já, við erum í Hörpuhorni og annarri hæð hjá Eldborg. Einmitt. 12:30. Já, og bara vel gert til hamingju með þetta. Takk hérlega. En þátturinn verður þá ekki lengri hjá okkur í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir samfylgdina. Búið að vera gaman að vera með ykkur þessa stund eins og flesta aðra daga. Á morgun föstudagur, þá förum við beina útsettingu 4:00 með svokallaðan vikuskamt, fréttir vikunar. Gunnar Smári ætlar að stýra sjónum, ekki missa því. Við viljum líka minna á að án ykkar fjárstuðnings væru við ekki í loftinu og við erum mjög þakklátt fyrir það hvað þið hafi verið duglega að fara inn á vefsíðan okkar samstöðin.is og finna hnapp þar sem ástendur áskrift. Og þar gefst ykkur kostur á að styðja samstöðuna fyrir litlar 2.500 krónur á mánuði sem nú eiginlega hlægilegt fyrir allt það efni sem þið fáið. En látum þetta duga að sinni. Verið þið sæl. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.
sláist í hópinn og gerist áskrifendur.